Takk. Þetta Baldur Þorkinsson, hann brúndamaður og nákvæmlega og svo getið þið skil hvernig skipta nöfnum og allt þetta hvernig gengur ykkur. Eins og þetta getur núna, við ætlum að kynna verkefni fyrir ykkur og þetta tekur svona 15-20 mínútur. Ég kem til að taka tíman en hann kemur ekki til einhverjar eða til minna eða meira. Þetta bara fyrst að stíkla mér. Ef það komið yfir 20 mínútur, þá byrja ég að gera svona og þá með ég alveg fara að vinda ofan og svo hefur tíma til að spyrja ykkur út í. Það eru 3 einstaklingar sem við þurfum að fá allt út úr sem við sækja. Við komum til að pota þessum aðra okkur, þannig að við erum undirbúin það. Og svo til því lokið, þá spyr ég salinn hvort að þeir hafa einhver spurningar til ykkar. Ef það engar spurningar, þá vísi ég öllum út. Þannig að þegar vörðin sjálf byrja, þá tökum við þau Þannig að þá verðum við bara ég og Baldur hérna inn í salinn. Tekur svona 30 mínútur, þegar við erum búin að tæma okkar spurningalista, þá hendur við út. Við ákveðum einhvern og ákveðum hvort þessi staði fallið. Köllum einhvern inn aftur og látum við. Við varum búin að ákveða þannig að það er ekki gefið einhvern fyrr en undir lok síðasta hóps. Síðasta hópur er búin að verja, en það sem þetta orðið og þetta dreift. Þannig að hefur þetta tekið fótið þetta eða áður að það voru svo margir sem að byrja. Takk fyrir. Vissið þú að með því að virkja litla á er hægt að framleiða nægilega raforku fyrir heilan sveitabæ? Og ef þið finnst það ekki vera klikkað, þá er nægileg umfram orka til þess að vera með rúmlega 100 fermetra uppbyggða gróðurhús eða grafa eftir rafmynd, mynda þannig auka tekjur eða framleiða vetni sem geti knúið vetnisbíl í 450 km akstur daglega. Ekki margir átta sig á því hversu mikið afl er í náttúrunni kringum okkur, en bændur á Litla Sandfelli höfðu auga fyrir því á 7. áratug 19. aldar. Litla Sandfell er bújörð sem hefur nýtt orku úr Víná í yfir hálfa öld. Litla Sandfell er í Skriðdal á Austurlandi sem er ekki langt frá Egilsstöðum. Vatnið í Víná hefur upptök ofan við Hallsteinsstaði og leiðir þröngt og bratt land niður í Grímsá. Markmið okkar í þessu verkefni er að hanna endurnýjun á vatnsaflsvirkjun við Litla Sandfell. Endurnýjunin er hins vegar bundin við búnað í stöðvarhúsi þar sem að margir innviðir núverandi virkjunar eru í góðu standi til að þjóna Litla Sandfell áfram. Stíflan, fallpípan og stöðvarhúsi sjálft er enn í toppstandi og engin ástæða til að fara í kostnaðarsama framkvæmdir. Í stuttu máli snýst verkefnið að hámarka afköst með skynsamlegum endurbótum og gera virkjunina áreiðanlegri til framtíðar. Þessir innviðir voru reistir af fyrrum eiganda Litla Sandfells, Bjarna Árnasyni og bróður hans Sigurði Árnasyni, en stíflan var steypt upp og í stað steypistjörnujáls keyptu þeir félaga flugbrautarjárn á flugvöllum á Egilsstöðum, en á glærinum má sjá hvernig flugbrautarjárn er notað til að lengja flugbrautir, en það eru gapaðar stálplötur sem að flugvélar geta lent á. Það sem gerir Litla Sandfellsvirkjun einstaka er hversu mikið var gert með litlu. Til dæmis var stýribúnaður úr Ford Bronco notaður á milli gangráðs og hverfils til að stýra vatnsflæði. Búnaður sem átti að leggja af á Hallormsstað fékkst gefins, en þar á meðal var hverfill, rafall og gangráður. Hverfillin reyndist hins vegar of slitinn, en bræðurinn dóu ekki ráðalausir og notuðu hluti úr heivélum til að smíða nýjan hverfill. Einnig lögðu þeir fallpípuna sjálfir og fengu litla utanaðkomandi aðstoð. Og þeir lærðu á því að pröfa sig áfram og gera svo betri útfærslu þegar eitthvað fór úrskeiðis. Í upphafi var stöðvarhús ekki langt frá stíflu og var fallhæðin á 60 metrar. En árið 1985 tóku þeir það ákvörðun að færa stöðvarhúsið 300 metra neðar í dalinn. Með því jókst fallhæðin og er nú 90 metrar. Þetta var stór framkvæmd fyrir bræðina, en hún var framkvæmd með mikilli útsjónarsemi. Þessi breyting stórbætti afköst virkjunarinnar
þannig að hægt var að réttlæta bæði blóð, svita og tár. Við byrjuðum að því að kynna okkur sögu heimavirkjana á Íslandi. En sagan er áhugaverð og sýnir sjálfbæran hugsunarhátt og framtakssemi Íslendinga. Fyrsta virkjunin var sett upp árið 1904 í Hafnarfirði við Hamarkotslæk. Hún framleiddi raforku til að lýsa upp 13 hús, en þar á meðal var barnaskóli Hafnarfjarðar, tréverkstæði og góðtemplahúsið. Á seinni hluta 20. aldar og þá sérstaklega á árunum 1947 til 1982 spruttu 100 heimarafstöðva víðs vegar um landið. Þær voru margar hverjar reistar af bændum eða öðrum íbúum dreifbýla sem vildu rafvæða bæi sína áður en landsnetið náði til þeirra. Litla Sandfell er lifandi dæmi þessa bylgju og kannski það sem meira er dæmi heimavirkjun sem lifði af og hefur virkað í meira en hálfa öld. Þegar við fórum að afla okkur upplýsingar verkefnið sáum við strax að virkjunin býr yfir góðum eiginleikum. Góð fallhæð og stöðugt rennsli er mikið undirstöðuatriði vatnsaflvirkjana. Einnig eru innviðir góðir, vel hannaðir og smíðaðir, þótt svo að sé komin hálföld síðan hún var fyrst reist. Á sama tíma sáum við tækifæri til þess að bæta nýtni, draga úr bilunatíðni, auka gæði spennunar og jafnvel auka raforkuframleiðslu með því að skipta út lykilbúnaði og bæta stjórnkerfi. Áhersla endurnýjunarinnar skiptist í 4 meginþætti, en þeir eru hverfill, rafali og tengibúnaði við hverfill, nútímavæðing á hraðastjórnunarkerfi og bæta við stýrikerfum, en síðast en ekki síst ætlum við að skoða hvernig má nýta umfram orku á hagkvæman hátt. Næst ætlum við að fara yfir nákvæmari útreikninga, hönnun, val á búnaði og tæknilega niðurstöður. Já, við byrjum á okkar á 2 lykilþætti svo hægt sé að reikna rafmagnsframleiðslu getu ánæður. Það eru fallhæð og rennsli. Fallhæðin var mæld með bæði GPS og þrýstamæli og staðfestist að vera 90 metrur, sem myndi á flokkast undir virkjun með meðalfallhæð. Þegar kemur rennsli vantaði beinar mælingar á ánni, svo við leitum til Orkustofnunar og nýttum líkan frá þeim sem byggir á úrkomu og vatnasviði. Það líkan gefur upp að 30% skildi fyrir Víná sé 50 lítrar á sekundu og það þýðir að 70% af árinu sé hægt að reikna með 50 lítrum á sekundu eða meira. Á þeim forsendum 90 metra fallhæð og 50 lítra á sekundu reiknum við að hægt að framleiða alltaf 27 kW afli ef miðað er við 60% nýtni. Þetta samsvarar 236 kWh á ári. Við fórum með margar gerðir af hverflum til að greina hvernig þeim myndi henta aðstæðum á Litla Sandfelli og komumst að þeirri niðurstöðu að Pelton og Turgó-hverflar pössuðu betur en aðrir miðað við fallhæð og rennsli. Við ákváðum að Turgó-hverfill gæti verið betri kostur af þessum 2 valmöguleikum, en Turgó er að mörgu leyti svipaður og Pelton en tekur betur við breytir við flæði og slitna minna við aurugt vatn eins og er í Víná. Með að velja Turgó-hverfill er hægt að draga úr viðhaldi og minnka hættu á bilunum. En til þess að hjálpa okkur við varukverli reiknum við líka eðlisfræði hverfilsins. Eðlisfræði er raun samband milli fallhæðar, rennslis og snúningsfræði hverfils. Eðlisfræðin sem við reiknum út fyrir okkar aðstæður fjallir á þess svið sem bæði Pelton og Turgó myndu henta, en Turgó gefur okkur betra jafnvægi á milli afkastagetu og viðhaldsþörf. Nú er þetta rafall 4 púlar Stanford rafall með 25 kW uppsett afl og er tengdur með reimum við hverfilum. Þessi uppsetning er einföld og ódýr en hefur þó sína ókosti. Reimar geta slitnað og geta valdið orkutapi. Við skoðum því var nýjum hverfli sem myndi snúast á sama hraða og rafall svo hægt sé að skoða möguleikann á bindingu við hverfilinn og minnka þannig viðhald og auka nýtni. Þá næst skoðum við stjórnkerfi sem við teljum að sé veikasti hlekkurinn núverandi uppsetningu í dag. En í dag er notað við velræna gangráð sem stýrir bunuskera hverfilsins. Hann er hægur og ónákvæmur og veldur miklu sveiflum í bæði spennu og tíðni og þetta sést best á blikkandi ljósum á bænum sem hefur vandamál í gegnum ánum. Með AFR og ELC-kerfum væri hægt að tryggja að bæði spennan og tíðnin haldi stöðu
óháð því hvort sé verið að kveikja á eldavél, ofn eða öðrum stórum notendum. AFR eða Automatic Voltage Regulator á ensku sér að stýra jafnspennu í snúðrafalsins sem hjálpar rafalnum að skila réttri spennu út á kerfið. ELC-kerfi eða Electronic Load Controller kveikir og slekkur á raunalagi í samræmi við álagstöðu notenda. Slíkar stýringar eru fremur algengar í smávirkjunum. Við teljum að ætti að breyta einhver í núverandi uppsendingu, þá væri það þetta. Við fórum líka yfir varðbúnað, eins og spennuvagga, varðrófa og netskiptir. En þótt að núverandi kerfi bjóði upp á einhvers konar vörn, er ekki nóg að slá bara út þegar eitthvað úrskeiðis, að það líka lesa úr því hvað fyrir úrskeiðis, svo hægt að bregðast við aftur ef þetta gerist aftur. Með nýju stjórnkerfi var hægt að bæta við sjálfvirku eftirliti, fjarvöktun og jafnvel hugbúnaðargreiningu sem myndi gera viðhald mjög auðveldara. Það sem sameinar þetta allt frá ferli yfir stjórnkerfi er að þessar umbætur eru raunhæfar og við erum ekki endilega að leggja til stórvirkar framkvæmdar, heldur markvissar endurbætur og nýta það sem virkar og bæta það sem stendur höllum fæti. Virkjunin framleiðir alltaf 27 kW afli, en dagleg orkunotkun er bara 15–17 kW. Það sé örgulega það að raforkuframleiðslan framleiðir 10 kW í umframafli. Umframafl er það afl sem er til staðar umfram það sem kerfið krefst. Þá myndaði spurningin hjá litlasamfélseigendum: hvernig getum við nýtt þessu umframorku, sérstaklega þegar hún er ekki nýtt til daglegra notkunar. Við tókum fyrir 3 valmöguleika: vetnisframleiðslu, gróðurhúsaða rækt og rafmyndagröft. Við byrjum á því að skoða vetnisframleiðslu, sem er kannski svo nýjung sem spennandi er til lengri tíma. Vetnisframleiðsla felur í sér að nota raforku til að fljúga á vatn í vetni og súrefni, en vetni er síðan hægt að geyma til seinni notkunar, til dæmis sem orkugjafa. Samkvæmt okkar reikningum gæti litlasamféll framleitt alltaf 1,6 tonn af vetni á ári miðað við 10 kW í umframafli. Til að gefa einfalt dæmi eru 100 tonn af vetni nægileg framleiðsla fyrir það bil 800 vetnisdrifna rafbíla. Vetni gæti í framtíðinni verið notaður sem orkugjafi fyrir dráttarvélar, minni vélar eða jafnvel neyðarknúnar afstöð, ef að rennsli minnkar í Níná eða bilun verður í virkjun. Næsta hugmynd var svo að virkjunin gæti stutt sjálfbæra matvælaframleiðslu. Með því að nýta orku til lýsingar og upphitunar væri hægt að reka lítið gróðurhús, jafnvel yfir vetrartíma. Þetta geti verið notað til að rækta kryddjurtir, grænmeti eða það sem eigendum litlasamfells detti í hug. En eigendur litlasamfells vissu ekki hversu mikil þessi framleiðsla ætti að vera, og með því vissu ekki hversu stórt gróðurhús ætti að vera. Með því reyndu við skilyrði sem eigendur gætu fyllt ef svo skyldi vera að þau myndu velja þessa leið. Samkvæmt gögnum frá Orkustofnun er varmaþörf gróðurhús 810 kWh á fermetr á ári. Þegar varðar lýsingu fer fjöldi og afstærð lampa alfarið eftir því hvað er verið að rækta. Ef tómatræktun er að ræða, er algengt að lýsa 220 vött á fermetr. Síðasta hugmyndin er sú, sem hefur nú mest verið umdeilt vegna orkunotkunar, er að nota virkjun fyrir rafmyndakraft. Þar eru notaðar tölvur sem leysa flókin stærðfræðileg dæmi og afla þannig rafmynd. Við tókum fyrir vél sem heitir S21 Pro frá Bitmain. Hún nýtir 3,5 kW í hámarki og gæti henta vel í kerfi sem hægt er að stjórna álaginu. Með 10 kW af umframorku mætti keyra 3 slíkar vélar, svo lengi sem önnur rafmagnsnotkun væri í lag. Við lögðum áherslu að ef slíkt yrði gert, þyrfti að huga vel að kælingu á vélum,
öryggisatriðum og takmörkunum og að kerfið væri aðeins virkt þegar vatnsafl umfram aðra orkunotkun. Til samantektar var markmið verkefnisins að finna leiðir til að endurnýja eða nútímavæða litlu samfélagsvirkjum, en samt sem áður með því að halda innviðum, svo sem hallpípu, stíflu og stöðvarhúsi. Með nánari útreikningum og frekari greiningu komast við að því að hægt var að endurnýja hverfið í Turbo-hverfið, skipt út gangráð fyrir AFR-kerfi og ELC-kerfi, en einnig velja lafa sem skilar stöðugri tíðni og spennu. Við sýndum líka fram á að með þessum breytingum mætti tryggja að virkjunin nýtist til framtíðar og skil ekki aðeins orku, heldur möguleikum á nýtingu umframafls til að bæta sjálfbærni á staðnum. Takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta.